Jæja, börnin góð, Misfit bræður hérna með ykkur, önnudildin, Þórður og Magnús. Ætlum að vera báður aftur? Ég veit það ekki. Vilt þú ekki bara taka þessu? Ég hef ekkert að gera hérna, sko. Þetta var nú, engin vámyrðing fyrir ökumenn í opnudeild en þetta fyrirkomulag var ekki í lagi. Þetta var drifleðilegt, það vantaði alveg pitstoppið, það vantaði alveg eitthvað mistök, eitthvað spæs, ekki bara þetta. Þetta sko, ef við horfum á björtuliðarnar, þetta er bara standardin á Suzuka-reisinu í formúlunum helgina. Já, við þurftum eiginlega að hendi pól, hvort var lélegra sjónvarpsefni? Var það Suzuka helgina eða var það þetta sjónvarp sem við vorum að búa til á Brandsat seinna í opnudildinni og trúlegast aftur núna á þetta. Aftur verður ekkert pitstop og ekkert krydd, bara einhverjir 10 bílar að keyra í hringi í 18 hringi og við verðum bara hefnir ef eitthvað breytist eitthvað tímann. Ég var að spá í hvort ég ætti að því að við verðum með, náttúrulega við verðum ekki með 12. Heldurðu að náðu því? Það eru 11 eins og þeir. Já, allavega Gretar var að koma inn. Já, ok, það eru þá 4 fleiri heldur en í opnudildinni, þannig að það verður 12 bílaröð, ekki 8 bílaröð. Ég var að spá í hvort ég ætti að setjast út á braut og mögulega keyra öfugan hringi eða eitthvað. Já, smá krydd. Hilmar mættur í spjallið segir ég bókstaflega fór að sofa á meðan ég horfði á Suzuka-keppnina, drepleiðileg, þýðir það þá út að þú sofnaðir ekki yfir opnudeildinni að þótt að hafi kannski ekki mikið verið að gerast að brauta að við séum þá bara svona miklu skemmtilegri heldur en Kristján og Bragi eða Krofti og þau eða hvað. Segðu bara já. Við höfum alltaf verið og munum alltaf vera bestir. Það er bara svo einfalt. Nei. Nú að halda reis, hefur ekki bara halda kvóli og svo bara fá menn stigu eftir því. Nei. Nei, við eigum alveg það er spurning hvort við eigum að senda á liðfélagann okkar 2 hvort við eigum að senda á þá beiðni að vera repalarnir á braut núna. Já, gera eitthvað skandal. Hætti þessu væli, þarna kom þetta. Herru, það eru 3 mínútur í kvóli. Já. Setjum við upp warning á þá. Hljóma vel. Við keyrum þetta eitthvað svakalega upp. Hættum þessu væli og förum að skella. Það er svolítið meiri vindur á brautinni núna heldur en áðan. Já, 6 metrar úr norðvestri. Úr 4,1 í tímatökun áðan. Já. Þetta er spæs. Vindurinn var áðan aðeins meira eftir beinakaflanum heldur en hann er núna. Þannig að þetta mögulega gerir bílan eitthvað örlítið meira twitchy í beygjum. Já, það er krydd. En svo er náttúrulega spurning hvernig verður þegar að qualify fer á stað þá náttúrulega resettast og gætu komið aðrar vindaðstæður. og þessi bílar eru twitchy fyrir, þannig að
þá vindur í átt sem þú ert ekki vanur og þá verður líka töluvert erfiðari. Það þarf einhver að taka Mazepin eða Stroll Masterclass til þess að gera þessa keppni spennandi. Nei, ég trú á strákunum mjög annarri deildinni. Þeir keyra svolítið upp hraðan og verða með baráttu hvert sæti. Þetta verður frábært. Það að fara með póltíman í 34 sem 1.34. Nei, ég fór bara með bæninar á milli reysa. Er eftir nokkur að bíða? Er ekki komin á 3 mínútur? Hvernig er það? Nei, það er 1 mínúta eftir. Það er mínúta eftir. Það er allt að ganga. Herru, nú bara hendum við af stað Koli. Ready or not, here it comes. Ég veit ekki eins og hver er fyrstur út úr pit. Nei, það voru spennandi að sjá það. Nú er vindurinn búinn að snúa staðins og búinn að lækka niður 1 sekundu. Þannig að það eru komnar aðeins aðrar aðstæður heldur voru í aðgunni rétt áðan. Já, Grétar fer á stað fyrstur inn í Druids. Tökum þetta bara borð hjá honum, hennan átlapp. Aðeins að hitta dekkin, aðeins að prófa körbin, sjá hvar gripið liggur. Það er komin spá, það er strax. Það er strax bæting frá það. Það verður Mazda ögn í fyrsta sæti. Já, það er mjög líklegt. Mögulega öðru og þriðja líka. Ég ætla að spá fullu Mazda pódium. Já. Tímatakan Hilmar segir Jón Þór Oliver Steini. Ok. Það er bara sæmilega líklegur pódium í tímatökum, myndi ég að segja. Einhver sem hefur sýnt, sjá. Það er enginn sem ég veit sem hefur verið að sýna meiri hraða en þessi 3, en Jón Þór hefur haft miklar áhyggjur af því að hvað þessi bíll er óstýrilátur og hvað hann hefur gengið illa á svo sem á honum, þannig að það er spurning hvort að hann hafi það. Sjá, hvað er rétta myndavélin? Ég að hugsa að ég veit ekki hvort ég setja Einar Sveins í fyrsta, Jón Þór í annað og Adda í 3. Já, það er líka alveg möguleiki. Ég ætla að koma með eina svona átir. Ég ætla að segja að Ólafur Nói verða pól. Ég ætla að segja að Steini verði annar og ég ætla að segja að Ég ætla að setja Jón Þór í 3. Svona áður en setja fyrsta hring. Grétar er að fara að koma núna að klára fyrsta hringinn.
Fyrsti hringur 1:39 0:32 38 0 Jón 1:5 Þór 38 og Grétar snýr. inn í fyrstu beygju. Eiríkur Hoppar inn í Ingi pit. 39 3. Hver var að snúast á pitlinn? Þetta var nú eitthvað. Binni komin upp í annarsætið. Siggi Jónsson 40-0. Jónas kemur yfir línu 44. Ólafur Nói ekki á hröðum hring. Eitthvað hefur hann gert mistök. Grétar Gunn Binni missi bílinn. Þriðju beygju. en öflugur tími hjá Brynjólfi strax. Þarf að bíða svolítið núna, tapa svolítið á því. Það er önnur spá. Koma Jói svolítið Egils mættur. Grétar Jón Þór Steini. Hver ætlar að taka flautuna er spurt hérna í tjatinu. Hvað ætli verið að tala um þar? Ég hef bara svona til að hafa það á hreinu. Ég hef búin að gefa það út að sá sem að myndi setja flautu á bílinn og nota hana í þessari keppni, hann fengi automatist 6 hringja refsingu. 6 hringja refsingu, já. Það myndi vera krydd. Það væri gott sjónvarp. Það væri mjög gott sjónvarp. Eiríkur Ingi með Eiríkur Ingi flottan hoppar hring. upp í 4. sæti. Stingur sér í 4. sætið. Hilmar ætlaði að vera á pódíum en hann glimti að taka þátt. Hvar ert þú, Hilmar? Af hverju ertu ekki með í kvöld? Ég fattaði ekki og ég talaði svo mikið um þið áðan að ég fattaði ekki og ættir að vera á braut núna. Siggi Jóns upp í 8. sætið. Siggi Jóns. Jón Þór er að hlaða í rosalega hring. Mér sýnist það. Hálfri sekundu undir hraðasta hring þegar hann kemur inn í Háþórn. Hann sé að fara undir opnudeldatíman áðan. Sín og hann er 0,6. Störlings og hann er 0,7. 1:37 3:80. Ok. Ég er náttúrulega bara að giska á hvað hann er að gera núna en þetta er 37.2. Kom með póltíma. Hefur að giska á það. Eiríkur Ingi bæti sig aftur, heldur sér í 4. sætið. Steini 38.2, hoppar upp í annað. Örn að bæta sig upp í 7. sætið. Grétar heldur sér í 5. Jón Anton tekur 7. sætið af Erni. Jón Þór er ennþá að bæta tíma. Jónas bætir sig aðeins. Gatti kemur hérna yfir línuna á 1:50 og eitthvað. Það er nú ekki líklegt til árangus. Hann þarf eitthvað að stilla sig af í þessum vindi. Það er náttúrulega 5,8 metrar á móti núna. Ólafur Nói upp á annarsætið. Þarna er strákurinn. 37.976. Engar áhyggjur, Hilmar, þú færð enga skammið frá mig, sko, þetta var bara forvitni. Okkur hlakka bara til að sjá þig á núl. Það er bara að taka út refsingu og loka hófni þegar hann mætir.
Laugi, hörðu Jón Þór, 36.9, já. Þarna kom það. Ég held að hann sé núna búinn að gera út hennan pól. Eiríkur Ingi bætir sig upp í 3. sætið. Ég held að þetta sé bara ungu drengur, þannig að við skulum ekki vera að tala að Refson neitt. Steinir Sveins að bæta sinn tíma upp í 2. sætið. Þetta er farið að hljóma kunnulega. Þá vantar mér bara að Addi geri eitthvað, þannig að ég hafi allavega þess að 3 eftir rétt. Addi er 11 eins og er að klára hring, er á ágætis tíma þetta sínum sem er. Allavega ekki 1.54, það er víst. 1.39.9, já. Þannig þarf eitthvað að finna sig. Steini er að klokka fjólubláan sektor. Já, ok. Nú þarf hann að halda því. Á Steini í sér 36 eitthvað? Ég held það. Þór er allavega ekki að fara að bæta sig, það er alveg á hreinu. Nei, ok. Þú ert neikvæður. Hann er allavega á bláum tíma eins og er. Grétar Gunn að bæta sig. Ekki verður þessi hringur fjólblár, en hann verður allavega nær. 37.8. Ólafur Nói. Gegnum sín inn í Störlings, hann er ekki að bæta sig. Herri já, og Steini hefur lokið keppni, Binni að bæta sig upp í 5. sætið. Við ekki að finna eitthvað sem er að keyra hérna yfir línu. Hvað er að frétta? Addi bæti sig ekki. Það var allir búnir. Það er allir búnir. Og hvað er þetta að finna þetta? Jón Þór með geggjaðan tíma. Já. 36.939. Sittur svolítið peysið fyrir fyrstu deildina á morgun bara. Já. En næstu í sekúnda í annað sætið. Já, þetta er allavega þokkalegasta bil í tímatöku. Já. Og yfir sekúnda frá Jón Þóri og niður í 3. sæti sem er Ólafur Nói, sem er nú ekki hægur ökumaður. Nei. Binni segir áfram Binni. Tjattið alveg í hæsta geðaflokki. Við erum hérna með þá Jón Þór á hraðastaring 1.36.939. Steini Sveins annar, Ólafur Nói 3., Eiríkur Ingi 4., Brynjólfur áfram Binni, segir hann sjálfur, í 5. sæti, Jón Anton 7., Grétar Hagalín 7., Örn Ellings 8., Jónas 9., Siggi Jóns 10., Arnar Sigþórs 11. og Grétar 12. Þú búinn að taka mynd? Nei, ég er að fara í þannig. Ég er að lesa tjatti hérna, viltu ekki trufla mig? Hilmar segir áfram Kraftey, Eiríkur. Það er þó allavega ekki Eiríkur sjálfur sem er að hvetja sig áfram til þetta á það. Þótt að mönnum sé nú alveg velkomið að gera það, sko.
þeir eru allavega tveir hann sem eru á braut núna að þeir voru að kvart eitthvað yfir því í annarri deilda spjallinu að þeir eru að kljást við einhverja gubbupest Já, og fögnuðu því mikið að þeir væru á hérna blæjubílum en já. Jón Þór Herru, náttúrulega þú kvartaði kom við með- því að hann væri með hérna hraðaveikina já, og sýni það hér í kvöld að hérna hún er ekki smitandi. varst þú búinn að taka Ég er búinn að taka allar upplýsingar niður, hann að engar áhyggjur. endum við þetta sessjón og setjum inn nýjar stillingar Fólkið á baku og hér Addi, almost eitthvað hefur vindurum verið að trufla hann út að ég veit að hann getur gert betur en þetta. þá þurfum við bara að fá alla á braut 10 komnir Steinir Sveinsdóttir reynslumesti maðurinn að gleyma sér eitthvað og svo Örn. Það er ekki boðið að fara að pissa fyrir en búið er að gera enter, strákar mínir. og bara Steini eftir þá getum við fara að raða upp Nýta kannski tækifærið, við ætlum að vera aftur í beinni útsendingu á morgun með fyrstu deildina og svo er úrvalsdeildin á miðvikudag 21:30 bæði kvöldin það er allir konur inn verður klukkutíma reis í hvað skipti og verður rosa gaman. Hefur við að bjóða Unni og Grétar G Örn okkar þar á eftir Jónas Adda og Grétar Gunn Já, ég var að bjóða Jón Þór að hérna, byrja aftastur og taka last to first og svona í tilefni þess að hann er búinn að tryggja sér titilinn í annarri deildinni í vor og hérna þarf ekki að pæla í því meira. Nei. Þá fengjum við mögulega eitthvað almennilegt reis í gang. Já, við fáum það hvað sem er. Ég bjóð sitt. Þú búinn að raða upp, þannig að við bara hérna gerum þetta svona Já. setjum hérna á bara Jón Anton til að byrja með. Eða Oliver er ég vist á. Oliver er eitthvað að hægja á sér. Svona út af þetta Mazda, þá myndi ég vilja heyra almennilegt rótari í hljóði í þessum bílum. Það er eitthvað við Ég var í til það í að Mazda heyra á að vera rótari rótari hljóði, sko. í kapasitisbílum, sko. Já. Viltu gera hérna Ég var að- frábært sjónvarp og reyna að leika hljóðið eftir? Nei. Nei, ok, ég bara Það- upp á tunga fyrir gott sjónvarp, sko. En ég var að lesa mig svolítið til þessar bíla núna um daginn. Já, Og þessir MX Cup bílar sem er verið að keppa á í raunveruleikanum. Það er eitt fyrirtæki sem að framleiðir þessa bíla og það er á Daytona í Bandaríkjunum. já, það er mikið rétt. Þeir framleiða alla MX Cup bílana eins og þessa bíla sem við erum að sjá núna á braut. Já,
sem að gera þetta mjög staðlaða seríu. Ja, seríur út allan heim og Já. Gott svona fyrsta skrif inn í kappastur, oft. Já. Það búið að segja góð á þetta, eða ekki? Herru, nú bara niðurtalning hafinn og... Já, Hamborgarabólan, Kraftey, Classic Detail, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Dokobit, GT Akademían, Auto Center, Kaldi 0%, MS, Verkfræðisalan, Lavasjó og Yamaha á Íslandi eru aðilar okkar í þessari deild. Við erum að fara af stað. Það er náttúrulega, núna erum við með gridstart. Gridstartið, ljósin, kvikna. Það getur orðið einhver kaos inn í fyrst. Já, það eru 600 hestöfl, við erum farin af stað og gott start hjá Jón Þóri, ekki frábært hjá Steina. Ólafur er kominn á innanverðu, hérna verður snerting. Algjört kaos hérna. Virðast allir farast. 3 og forvætt. Virðast allir fara stórslys og listandi í gegn. Já. Steini aftur á utanverðinni á Jón Antoni. Jón Anton kominn á undan. Þarna sá ég Adda eitthvað að vera í smá vandræðum aftast. Jón Þór búinn að slíta. Nei, jú, nei. Nánast búinn að slíta Ólafur Nóa frá sér. Jón Anton eflaust mjög sáttur með þetta start hjá sér. Jón Þór aðeins út í grasið, testa gripið á grasinu. Ég get sagt ykkur það er ekki frábært en mun skárra en á slikkum. Komið smábil, Brynjólfur kominn með refsingu, hálfa sekúndu. Þannig að það þýðir að Grétar ætti nú að fara hæglega fram úr honum þegar hann þarf að hægja sér. Þarna fyrir bíll utan brautar, það er Jónas í vandræðum. Orðin síðastur, Kaldi Light, 0% að sjálfsögðu. Snýr inn í pitt. Nei, hann læra að bergast. Snýr hérna aukt, allir í gegnum hann góðstað sem betur fer. Kemur hérna á stað, Jónas Lostar við að fara í pittin. Græða sæti aftur. En þá get ég sagt ykkur fréttir af því að Jón Þór er búinn að slíta drafstið og er orðinn svolítið á undan. Já, þá var Brynjólfur búinn að kveikja á traction-kontrollinu á bílnum. Já. Orðin 8 sekúndur á eftir. Og þarna fer ykkur í vegginn. Herðu, þetta er bara stefna í þrjusureis. Grétar í vegginn. Kemur hérna inn á Brynjólfur. Já, þetta fer allt vel. Og hérna Steini að sýna sig innan á Jón Antoni aftur. Það eru pottið allir á medium dekkjónum með það ekki? Já. Það er þá orðið staðfest að við fáum ekki pitstop í þessu heldur. Eftir á að hyggja þá hefðu kannski getað sett hérna mandatory pitstop þótt að þurfti ekki að setja bensin eða dekk, sko. Ég var að fletta því upp hérna að sem sagt það er hægt að kaupa þennan bíl frá sem sagt fyrirtæki sem heitir Long Road Racing Daytona í Bandaríkjunum. Steini djúpur í Druids, Jón Anton með Subaru, fyrirgefðu. Þú getur fengið hann tilbúinn, bara brautar tilbúinn, bara eina sem þú þarft að gera er að snúa lyklinu fyrir $59.000. 59.000? Já, nú fyrir því í credits í Gran Turismo.
Fyrir létt með Ef það. maður gæti nú nota þau kredits í að kaupa þessa bíla. Ég Já. var alveg til í það. Ef að æsifréttamennskan yfir þessu hruni á mörkuðunum og svona stendst að þá verða kredits í Gran Turismo og verðmættir heldur en dollarinn virðist vera. Ef þið viljið trúa fréttamiðlunum. En það allavega af því að þú varst að tala um að þetta væri svona kostnaða lítið leið við það að koma sér inn í raunama kapakstur og er hann á 7,8 milljónir úti og átti eftir að flytja hann heim. Já, en þú veist, ég er ekkert að segja þetta sem krónuralið eða eitthvað svoleiðis, sko, en já, svona tiltölulega ódýr. Það kostar nú ekki mikið að reka þessa bíla. Þetta allavega með, sko, breyta spekkaðan tilbúin búraðan löggildan bíl. Jónatan út í vegg. Gretar bremsar hérna ótrúlega kurteisi í honum. Jónatan hleypur hann á mænaverðina. Gretar verður smá kontakt á milli þeirra. Já, ég held að þetta sé nú allt inn að marka. Á svona lifandi bílum að það þarf nú að gera ráð fyrir því að einhverjir gerir mistök. En Gretar allavega komið fram úr. Já, pódiumi sem það búið að breytast tvisvar þegar Jónatan fer upp í 3. sætið og undan Steina og svo tekur Steini eftir 3. sætið núna. Þetta þýðir að Jón Þór er komið með 2 sekúndna forskot á Oliver Nova sem er 2,5 á Steina og komið með 0,5 sekúndu refsingu núna. Gretar, hann sem sáttu með sitt bara þarna að rúlla í 4. sæti eins og þið er. Eiríkur Ingi aðeins fallið niður. Brynjólfur ennþá að jafna sig. Jónas og Siggi að skipta pláss hérna fyrir ráskaplan. Og Addi að fara fram úr Sigga. Og öllum líkindum, já, hann er komið fram fyrir bremsukaplan. Inn í fyrstu beygju. Og lokar vel hann að Siggi eigi ekki sens á að fara á innan á hann. Binni orðin aftastur aftur. Orðin núna 40 sekundum á eftir lítir. Ekki alveg að finna sig á þessum bílum. Jónas tæpur með Adda beintir aftan sig. Steini að fara að taka Jónas fer út af. Jónas fer út af aftur. Nei, hann var ekki búinn að fara út af. Missir bæði Adda og Sigga fram úr sér. Þannig að Addi kominn upp í 8. sæti. Eina baráttan sem er í rauninni á braut núna er Jónas og Siggi í 9. og 10. sæti. Siggi slætar aðeins í Clark. Var þetta ekki í Clark? Nei, þetta var í fyrstu beygju. Paddock Hill eins og hún heitir.
Jónas að sína sig vinnaverðin í Hawthorne, Siggi fyrir vítt og Jónas fyrir grunnulínuna. Ekki verður mikið úr því. Þetta er voðalega snirtilegt hvernig það er bara svona nokkra sekúndur á milli allra manna. Það eru 30 sekúndur á milli fyrsta og annars, 3 á milli annars og þriðja, 3 á milli þriðja og fjórða, 3 á milli fjórða og fimmta, 3 á milli fimmta og sjötta, 3 á milli sjötta og sjöunda, 2 á milli sjöunda og áttunda, 3 á milli áttunda og níunda og svo já. Nú er ég komið fram úr Sigga og kom með rúma sekundu í förskot á hann. Jónas að fara út af hérna og Siggi aftur fram úr honum og Jónas með 1,5 sekúndu í penalty. Það virðist vera svona það eina sem er að gerast á brautinni. Já, það eru 12 bílar að keyra í hringi. Já, þetta er eina baráttan er eiginlega sko Siggi og Jónas að skipta á plássum. Nú er Siggi komið fram úr aftur og Jónas með 1,5 sekúndu í. Þannig að þeir verða komnir í þetta staðlaða bil á milli bíla þegar að Jónas verður búinn að taka refsingun út. Jónas á hérna betra exit út úr fjórðu beginni. Það eina að taka hraðasta hringinn. Hún er bara mjög svipað og kvöli í tíminn hans. Já, Jón Þór átti 37,169. Einnig bætti það 24 hundraðshluta. Jónas aftur
búinn að minnka bilið niður í Sigga í undir hálfa sekundu og Siggi fer vítt. Jónas kemur innan á hann, nær ekki að láta það stikka. Og eiginlega fallinn úr slippinu strax aftur. Já. Sleppu þó við refsingu í þetta skiptið. Já. Skemmtilegt að segja frá því að BTCC, British Touring Car Championship, allar að keyra á einmitt þessari braut. Jónas að fara fram í síðustu bauginni. Ekki alveg að gefa þetta. Það er ekkert gefins í þessu lífi, sagði ykkur. Siggi fer djúpt, það verður snerting, úff. Við veitum ekki alveg hvað ég á að segja þetta. Þetta var frekar kljóðalegt að báðum ökumennum. Brynjólfur kemur hérna. Siggi verst eins og skepna gegn Brynjólfi sem er æstur í að ná ykkur út úr þessari keppni eftir mistökin. Siggi á slætun í gegnum fjórðubeygina. Það er nú ekki hraðasta leiðin út að taka Tokyo driftið þar. En liðsfélagarnir hlið við hlið, lafa sjó. Brynjólfur tekur snyrtilega stöðuna af utanverðinni í Hawthorne. Já, ég var að segja, British Touring Cars ætla að keyra þessa braut á meðan við erum að gera okkur gleðan dag á lokahófi. Verður gaman að fylgjast með því þá helgina. Alltaf snildar wheel-to-wheel racing þar. Það er líka gaman að segja frá því að Brands Hatch var notuð sem hjólabraut sem þetta á reiðhjólum á Paralympics 2012. Nú er ég að lesa beint af Wikipedia sko bara til að hafa eitthvað þetta að segja. En þar var hjólað hringinn, stóra hringinn. Og en veistu hvað er hraðasti tíminn sem hefur verið settur á brautinni? Hraðasti tíminn sem hefur verið settur á Brands Hatch. Ég ætla að giska á að hann sé 1.09 lágar á okkur svakalegu apparati. Þú varstu sem sagt að lesa tíma sem að Nigel Mansell setti í síðustu Formúlu 1 keppninni á Brands Hatch 1986. Nei, reyndar ekki. Ég var að búast við þetta yrði einhver nútímabíll, einhver svona, en 1986 er reyndar, það getur ekki staðið sem hraðasti hringur á nútíma layoutinu. Ekki á nútíma layoutinu. Nei. En hraðasti Brands Hatch tíminn er 1.09 sem að Nigel Mansell setti Sko hvað hann er klókur strákurinn. Minni mig Williams Honda. Pældu í því samt hraðinn á þeim bíl.
109,593. Ég sé þetta fyrir Rommel núna. F2x11 eins og hann hét. En á nútíma brautinni að þá hraðasti hringurinn 1.12.276 sem var hannaður fyrir A1 Grand Prix. Tölum nú ekki mikið um það hér. Nei. Staðan fremst. Ég held að hraðasti tíminn á nútíma brautinni í þeim kappakstri sem er verið að keyra þarna í dag, ég held að hann sé 1.28 Já. á bílum, það er að segja. En það er sem þannig að Jón Þór er að vinna ennþá. Ólafur Nói er aðeins búinn að sækja á hann. Þorsteinn, svo þriðji aðeins búinn að sækja Ólafur, ekki mikið. Grétar aðeins búinn að falla aftur og Jónatan alveg snældu vitlaus, ætlar að vinna sig upp í pódium aftur ef hann fær að ráða. Eiríkur Ingi 7., Örn Ellings 7., Arnar Sigþórs orðinn 8. Brynjólfur með refsingu og Siggi fer út í grasið í smá vandræðum með það. Brynjólfur með sem þetta refsingu aftur. Eitthvað er hann búinn að láta reyna á stúartana. Allir með nóg bensín, allir með nóg dekk. Það er reyndar alveg greinilegu munur á milli ökumanna en Já, sérstaklega að þú skoðar bensíneyslun á bílnum hjá Eirík Inga, sem er 70. Binna og Jónasi 9. og 10. Þeir þrír eru mjög svipaðir, allir aðrir eru með töluvert meira bensín. Já. Og þá getum við séð hérna til dæmis Eirík Inga, hann er að refa bílinn alveg upp. Og meðan lenskan virðist vera að refa hann upp í 70% eða hvað það er, og þó. Jónatan er að refa hann allir líka. Þetta er eiginlega þveröfugt á við þær æfingar sem ég hef verið að skoða. Menn hafa verið að skipta sérstaklega upp úr 4. gírnum mjög snemma. Það gæti einmitt verið að sumir sé að skipta upp í 5. en aðrir er að keyra 4. gírinn bara út. Já, það er líka það. Steini búinn að sækja næstu í heila sekundu á Ólafur Nói núna. Fjórir hringir eftir þegar ég keyra hérna í gegnum Druids. Fyrirgefðu Magnús, hvað segirðu? Þetta fyndið að skoða minimappi að þetta er eiginlega 2 fylkingar. Já. Með Örn Erlings einan einhvern veginn á milli. Já, sama og Jón Þór einhvern veginn einn þarna. Já, fremstur. Nei, þetta er Grétar sem þarna virkar eins og að sé fremstur. Grétar Guðn. Já. Þeir koma þessi 3 fremstu, það eru 12 sekundur frá Steina í Grétar Hagalín, þar fyrir aftan. Og Steini komin undir sekunduna á Ólafur Nói. Ég er að sækja. Minnum fólk á að henda í lækið á meðan það er. Ég tekur sem Q-inu mínu hérna líka þegar Steini
lendir inn í slipinu og ég sé að við erum komin yfir 30 áhörundur að minna á reysið á morgun, fyrstu deildar og svo úrvalsdeildar reysið á morgun. Ég ætla að minna á samstarfsaðilinn okkar, Yamaha á Íslandi, Lavasjó, Verkfærasalan, MS, Kaldi, Autocenter, GT Akademían, Dokobit, Verkfræðistofa, Reykjavíkur, Classic Detail, Kraftey og Hamborgarabúla Tómasar. Þegar Steini sýnir sig á innanverðinni inn í fjórðu beygina. Inn í Hawthorne ætlar hann ekki að sýna mikið af sér, enda mikill hraði í þeirri beygju. Koma svo eftir Derek Minter streitinu í Westfield. Þaðan taka það sem heitir Dingle Dell og í Sheen Curve ekki Cover. Þaðan í Stirlings sem vinstri beygjan og þá Ólafur Nói kominn mjög utalega og Grétar að þvælast aðeins þarna fyrir og Steini kominn á undan. Steini kominn fram úr Ólafur. Inn í Jim Clark corner bremsusónið og þá tekur hann fram úr. Grétar ennþá þarna á milli með blá flögg, þannig að hann verður að hleypa á mönnum fram úr. Ólafur Nói það verið að spyrja staðsetningu og lokahófið það ekki endanlega ákveðið, verður kynnt á næstu dögum. Já, staðsetning, nánari tímasetning og fyrirkomulag kemur fljótlega. Allar hugmyndir skemmtiatriðið að dagskrá liðum eru vel þegnar í bara enga skilaboðum til mín eða Magnúsar eða Gunna. Ásamt náttúrulega ef að einhver tök í einhverja sem að vilja styðja okkur eða hjálpa okkur að gera okkur glaðan daga, þá það líka vel þegið. Hilmar ætlar að vera með stand-up, það stórflott. Ég held að Jón B. hafi boðist til þess að vera með einræðu í hálftíma á einhverjum góðum tímapunkti. Það spurningum hann sendi okkur ræðuna fyrirfram. Svo verður ritskoðuð. Getum aðtöða hvort við þannig að við getum ákveðu hvort við ætlum að láta hann að vera á kvöldinu eða restina til að hreinsa út úr húsinu. Nei, látt ekki svona. Addi keyrir út fyrir binni kominu fyrir hann. Svo náttúrulega allir að pressa á Monga að henda í smá gítar mögulega fyrir okkur ef hann kemst og í stuði. Við erum að skoða eitt annað skemmtiatriði að lágmarki sem að verður þá einhvers konar surprise fyrir okkur eða ykkur. Ólafur nú ekkert að hleypa, já. Ok, Ólafur Nói ekkert að hleypa Steina og langt frá en við erum á síðasta hring, þannig að ef hann ætlar að gera eitthvað þá þarf hann að gera það eins og skot. Annars lítið að gerast. Jón Þór að koma bakterinn inn í síðustu beygju. Já, Clearways, Jim Clark, Doug Paul resti fyrstur og búinn að halda fórustinn allan tíman. Þægilegt forskot. Jón Þór Sigurveri annar.
Ólafur Nói þriðji. Grétar Hagalín að koma hérna inn á Brabhamstreitið í 4. sætið. Jón Anton fylgir þar á eftir Eiríkur Ingi. Sjötti. Örn að koma hérna inn í síðustu beygju. 7. sæti. Vinni 8. eftir að hafa snúið og endað aftastur. Líklegast tvisvar. Hatti kemur í 9. Diggi Jóns koma í 10. sæti eftir að vera búin að vera í baráttu við Jónas nær allan tíman. Jónas kemur í 11. sæti og Grétar var búin að klára hring á eftir. Já. Þannig fór sjóferð þá. Hraðasti hringur. Er Steini 36.905. Já. Þetta verður aftur á morgun, aftur á miðvikudag, nema þá ætlum við að Tvöfaldur keppni. Bílarnir byrja samt með fullan tanka bensíni, þannig að það er ekki líkur á pitstopu þar. við Það gæti komið einhver pitstop þar sem að við erum með heavy damage í bæði fyrstu deildinu og úrvalsdeildinni. Já, sko. Þannig að við köllum á það að einhver taki góða dífu í vekk og ekki pitstop. Já, eða bara ekki. Já. Ég þakka. Þetta er allavega komið í kvöld. Já, ég þakka bara samfélgin í kvöld. Til hamingju með sigurinn á deildinni og sigurinn í kvöld, Jón Þór. Steini flottur akstur eins og alltaf flottur hraðasti hringur. Ólafur Nói til hamingju með pódíumi líka. Þetta lítur nokkurn veginn út eins og það sem að var spáð fyrir Já. Að sjálfsögðu kemur hérna frá Binna frúin með óbillandi trú á honum. Auðvitað það er eina leiðin til þess að hérna. Já, eina vitið. Gott að eiga stuðningsaðila svona heima hjá sér. Ég hérna þakka þér fyrir, Magnús, samfélgin í kvöld, frúnni fyrir afnótin á stofunni, börnunum fyrir að halda sér rólegum hérna meðan og áhorfendum fyrir að fylgja okkur hér í kvöld. Já, svo bara þakka þér fyrir kvöldið. Já, takk sömuleiðis. Þetta var ágætislið til þess að horfa á kappaktur. Já. Við kveðjum hér í kvöld. Takk.